Birta, gleðilega mánudag. Ég var að segja gleðilega nýja viku. Já, og bara gleðilega liveshow-viku. Já. Og launch-viku. Og lánsviku. Bara hvað fralla. Við erum með stóra fréttir þessum þætti. Já, halló. Ég er búin að ræða ekki að fínt hérna á borðið. Æ, elsku besta mín, ég ætlaði bara að fá mig te, sko. Já, herði, ég skal hella upp á te fyrir þig. Takk hella fyrir. Það er bara liveshow morgun. Trúur því. Loksins komið að þessu. Loksins. Pældi í því samt. Trúur þessu samt? Nei. Hvað er að ske? Þetta er bara að fara að gerast. Ég bilast. Oh my god, á morgun erum við bara að hitta ykkur. Já. Á morgun erum við bara að vera saman. Oh my god. Á morgun er eitt risastórt teboð. Það verður fucking ekkert eðlilega gaman, sko. Bara hvað? Við hörpunum bara allir saman, bara hvað? Já. Hafa gaman. Allir saman. Allir leika Hvað segið þið saman. með það? Er ekki allir bara búin að finna þessar outfits og plana að fara út að borða og okkar fyrir? Jú, og fólk verður að gera dagur þessu. Já. Það er líka, þú veist. Þetta er bara official teboð days, skilur. God. Ég er bara í sjokki ennþá. Já, ég líka. Ég er áfalli. Heldur við erum stressaðar á morgun? Nei. Nei. Ég veit það ekki, kannski. Ég veit ekki heldur. Kannski leiður löfnum í hörpunar, það verður bara fuck, hvað er að gera? Það er svona athyglisjúkar að láta alla koma inn í hörpuna fyrir okkur. Já, ándjós. Og við erum að fá okkur nokkra böbli áðurum fyrir maður svið, sko. Já, helst, sko. Róa töðnar. Smá búblur. Mæli sem ekki með því til róa töðnar en bara svona. Nei, bara. Rokkar. Já, okkar ósýður. Okkar ósýður. Nei, það er ekkert að því. Oh my god. Smá búblur. Ég er svo spennt stressu bara, ég veit það ekki. Same. Ég er ógeðslega spennt, en á sama tíma er ég bara svona, oh my god, hvað ef að, ég veit það ekki, við dettum að sviðinu. Þið verður öll bara gæming að hlæja, skilur, nokkuð við betur. Já. Ef þið bara, nefnum ekki hlæja af okkur, hlæja með okkur. Já, takk. Við erum búin að vera, þú veist, svona aðeins að fara yfir það sem við munum vera að gera og ræða á þannig. Sunniva létu mig grafa upp þess sögu. Já, þessi saga er að fara að vera sögð, sko. Trúið ekki. Þessi saga er að fara að vera sögð. Ég var bara byrta á bara, nei, ég get ekki fundið hana, þetta er sem sagt, ef að segja hvað það er, að við erum alveg að tala um það áður. Já, það ekki bara. Ok, þetta er sem sagt úr, MS-þættinum, með Jói, og töluðum við þessa tölvupóst sem Birta sendi á rektorinn. Mjög reið, smá ölfuð mögulega og miðanótt. Já. Og ég let hann að grafa þennan tölvupóstu upp og við ætlum að lesa hann í liveshow. Ég held ég myndi ekki finna hann, sko. Nei, þú varst bara, það er ekki sér að ég ekki, jú, þú ert að fara að finna hann. Svo var hann á hotmailinu mínu. Já. Gamla góða. Bara, nei, ég veit ekki, passar þetta hotmailinu mínu, ég var bara Birta, þú getur fundið allt um alla, þú getur alveg fundið passvordið, sko. Hún bara gerði bara forget my password. Já. Ok. Birta var svona að reyna svona þykast svona, ekki finna póstinn. En við fundum hann og guðum góður, sko. Já. Þetta verður lesið. Þetta verður lesið. Bara einungis að liveshow, sko. Já, 100%. Þetta verður ekki lesið hérna fyrir alla. Nei, alls ekki. Ég vil ekki að þetta fara eitthvað lengra en bara svona okkar nánustu. Já, nánustu. Okkar nánustu teboðsgestir. Exclusive only. En liveshowið er að sjálfsögðu búið B-Pro. Og við erum að fara að glæma upp með Martin Bein og Háa Simonsson. Svo sannlega. Hvað ætlum að gera á hára okkur? Við erum ekkert að pæla því. Nei, það er ekki, sko. Oh my god. Með við outfitið okkar. Við erum með mjög kjút outfit, sko. Hvað erum við að fara að vera með hárinu? Það er að fara að vera með beachy vibes, krullur. Það er svolítið vibe. Það er alveg kjút. Ég held að það var flott í þér, sko. Með mitt outfit? Hvað er þú að pæla? Krullur? Já, eða eitthvað uppdúð, sko. Já. Wow, það er líka ógeðslega cool líka. Við erum í, þetta er mjög skemmtilega outfit, sko. Já, þetta er mjög skemmtilega outfit. Ég er svo spennt að sína ykkur outfitin okkar. En já, og svo fáum við okkur Subway sjálfsög fyrir. Má fá okkur Subway fyrir þátt. Já, við erum vel nærðar. Ætlum að, þú veist, svo líka í dag, við erum að græja helling í dag og græja að gera. Og erum að svolítið ferða flugi upp í Hörpu og tilbaka og erum að koma stöffin okkar fyrir og eitthvað svona. Og við munum fá okkur Subway á ferðin í dag. Já. Og eiga að smakka, já, sko, ég var að segja, eiga að smakka grænu gyðuna í dag eða fyrir sjó og smakka túnfiskbátinn í dag.
Ég held að það sé gott að við fáum okkur carb up fyrir sjó, sko. Já, ok, true. Fáum okkur græni geðina í dag. Ok. Það er svona salat, promising salat. Já, við erum að heyra sko ruggla hluti. Já, ekkert eðlilega góð hluti. Þannig að það verður að standa undir væntingum, sko. Já, og ég veit að mun gera það. Klárlega. Sósar eitthvað annað gerðileg. Þó að það muni sko særa mig að fara á Subway og velja mér ekki ost, eða þú veist. Já, sama ost. Þetta er bara svona heimil ost og sósunar. En þetta er svona hotlisti svona meira. Já. Þannig að við erum ókslega til það. Fáum okkur salat í dag. Já. Salat í dag og túnfiskbáta morgun. Klárlega. Eða okkar signature báta. Finnum út í. Já. Finnum út í. Já, kannski svona túnfisk sem er svolítið svona andfútlega samt enginn frá að vera nálægt okkur. Nei, nema ég bara, þú skilur. Ég og þú. Og einhver gestir samt, skilur. En, já. Áður en það var ekkert andfútlegur túnfisk. Smá. Að það? Já. Ég bara túnfisk salat alltaf dag, sko. Já. Það er alltaf húlega. En þú ert líka oft bara með tyggjó og eitthvað. Það er ekki það, sko. Ég er enda að finna alltaf þessi standfúl. Ég bara hata þegar Gunni bara túnfisk. En að borða svona eintóman túnfisk það var eitthvað. Og það er alveg stingi, sko. Já, nei. Kannski hann bara svolítið mikið svona hvert eru að koma með þetta. Það ekki. Ok, já, hérna er ekki eins og klásasetningu. En ég ætla að segja heimagert túnfisksalat, þú veist, þá er oft svo mikill laukur og svona. Já, laukurinn. Já, þú veist, túnfiskurinn alveg ferskur. Já. Þannig að það var svona ennþá meira bragð. Ferskur úr dós. Já. Já. En já, það er ógeðslega mikið fíla af túnfiskdós, sko. Já. Kræst. Bara kattamaður. Já. Ángríns. Love it though. Jokes, love it. Ok, anyways, áður við vindum okkur í topic dagsins og stóru fréttunar okkar, þá ætlum við samt líka að minna á að kóðin okkar tebóðið inn á organicskincare.is er ennþá í fullum blóma. Já, þannig að farið þangað og nýtið ykkur afslutanum okkar, 20% og er líka af Royal og Kashmir krakkar. Það er aldrei afslutanum. Nei, aldrei. Þannig að nýtið ykkur þetta tækifæri. Já, og eins og við sögum í síðastæti að það steytist í jólagjafirnar. Já. Þannig að mér veist það... Við tölum fyrra að við ætlum að byrja að snemma, við ætlum að gera aftur í ár. Já. Það er svo sniðugt. Ég stefni allan að... Búin með í desember bara, skilju. Ágríns. Nánast. Ég líka... Jólagjafir, ég ofugsa það svo mikið. Ég líka. Eða? Þess ég veit ekkert hvað ég ætla að gefa Gunna. Nei, ekki heldur ekki, einu svona smá hugmynd. Ekkert hvað ég ætla að gefa Emblu. Oh my god. Getur gefið henni bara knús, sko. Ég veit það. Ég veit að ég var eitthvað svona Gunndæli svona, þurfum við, þú veist, já, svo þurfum við. Þú kaupir eitthvað fyrir henni, hún er ekkert að opna, þú veist, hún er svo lítill. Nei, hún veit ekki neitt. Nei, hún skilur ekki neitt. En ok, ekki alveg jólatopic í dag. Nei. En farið inn á organicskincare.is og nýti kóðan. Náli ykkur í fyrir skincare, eða body skincare, eða ylvatn. Eða hómilm. Já. Það er geggjuð jólagjöf. Það er ógeðslega góð jólagjafir. Ok, En hættar. samt. En eigum við að vinda okkur í stærstu fréttunar í dag. Fyrir utan það þessi læsi á morgun, en það er sko stóra fréttir í dag. Það er bara alltaf gerast. Þetta er bara vikan okkar, sko. Fyrir ekki að öskrið. En Já, það bara öskraði svo vilt. Já, þetta eru stóra fréttir. Já, ég bara mæli með að vera, eða þú ert að hlusta, að fara yfir í mynd right now, af því að við ætlum að segja ykkur frá því að tebóðið er voru að gera sinni eigin skarkripalínu með mæletra. Trúið þessu? Nei. Tebóðið x mæletra. Já. Og við erum með hérna pókan hérna og umbúðunar okkar. Og umbúðunar, já. Reviewing the packaging. Ángríns. 10 out of 10. 10 out of 10. Við erum með svona lítinn bleikan pouch. It's a pouch. Hann er svona, já, þetta er ekki pouch. Jú, örgulega. Og hann er svona smá fluffy, ljósbleikur, dálítið líku gardínum okkar. Bara rosalega líku gardínunum. Og það stendur hérna svona embroidered mæletra X tebóðið. So cute. Mwah. Our babies. Og líka, ég elska svona póka út af því að ég er gjörn á tína hlutum. Já, þetta er best að geima allt. Þetta er æði. Líka maður að flakka með þetta og ég sitt alltaf bara aftur ofan í póka. Já, ég líka. 100%. Og geimir þetta. Líka að segja fyrir styrst og þannig, það er óslega gott að vera með svona inn og bæða bara, beint ofan í það. Já. En This is our baby. This is our baby, sko. Tebú er að eignast barn nummer 2 og það er línan okkar með mæletra og ég bara, þetta er 8 skarkripi og við erum allt í gull og silfri. Já. Þannig að þú veist, ef þú ert meiri gull þá getur þú fengið gull, ef þú ert meiri silfur þá getur þú fengið silfurversjón. Það er allt til í bæði gull og silfur. Já. Þannig að þetta í rauninni er þetta 16 hluti, skilur. Já, í rauninni, já. Að þú vilt fá þér bæði gull og silfur. Já, sem er líka ógeðslega Það er cool. að blanda þig, sko. En hérna,
við erum einstaklega stolt af þessu samstarfi, sko fáránlega og þetta bara Þetta er búið að vera bara hvað er búin að vera í þessu lengi? Áður en Embla kom í heiminn. Já. Það er búin að vera að vinna í þessu bak við tjöldin. Pældi því. Og þið vissi ekki neitt. Nei, vissi ekki neitt. Og við bara dúlla okkur í þessu. Já. Okkur er oft langa að segja ykkur svo mikið sem við erum að dúlla okkur í. Já. En loksins komið að því. Já, gaman að hafa eitthvað svona. Og núna ef þið eru að horfa, þá er þetta að skarta okkur hérna. Við erum hérna með eyrnalokkarna okkar sem við erum sérstaklega stoltar af. Ekkert eðlilega. Já. Og byrstu að segja nafnið. Sko, þetta er perlur. Fyrir utan það hverjum einstaklega stoltar af þessu samstarfi, þá erum við líka ruglstoltar af nöfnunum. Nei, sko, ég er bara we nailed the names. We nailed it, sko. Þannig að við förum að segja yfir, núna erum við erum reyndar í dag, sem er bara tilviljun, erum við með allt gilt báðar. Já. En við erum samt búin að ræða það, við ætlum að blanda svolítið saman og hvað er það skemmtilegt. En byrjum á því, við erum með perlufesti og svo erum við með eyrnalokkar sem eru gullhringir með stórri perlu við og þetta bæði ber það sama nafn af því að okkur fannst þetta bara að vera sama væp. Yes. En þetta er Royal Tea. Royal Tea. Þú veist að því að það er svo royal að vera með perlur, skilji. Líka ef að Queen Elizabeth myndi setja á sig eitthvað skart, þá væri það þetta. 100%. Þurfum við að senda henni pakka. Já. Hún áskili PR-pakka. Já, 100%. Besta okkar. En já, og hérna þetta er Royal Tea hálsmenn og Royal Tea eyrnalokkar og færist alltaf eyrnalokkarnir líka til í silfur. Já. Sem eru ógeðslega flottir. Ógeðslega flottir. I love them. Og svo erum við með skörtu við báðar hringnum okkar sem er svona keðjuhringur steinaður sem við elskum. Þú ert með tvöfaldan í dag. Já, ég líka með hinum ekki. I love to be blinged up. Ángríns. Sko. The more the merrier hjá mér. Það er svoleiðis. Það er ekkert minimalist hér á bæ. Hann er, keðjuhringur sem Birta segir, með steinum og hann heitir að sjálfsögðu Iced Tea. Because it's iced. Icy, baby. Svo erum við með, sem okkur finnst ógeðslega skemmtilegt fyrir ykkur vinkonur out there, en við erum með hringi, bæði í gull og silfri. Já. Fyrir til í 3, það eru steinar ánum. Hjartasteinar. Hjartasteinar, það er bleikur, blár og glær. Já. En þetta, þið veit í gamla dag, varum alltaf með svona get cute, eitthvað svona vinarbönd, eða vina eitthvað, þetta eru vinarhringir. Já, og þeir heita Besties. Besties. Er að hlusta, þetta er best og svo tea, skilur, þetta er allt tea í endan. Þetta er allt tea, að því við erum tebóðir. Já. Þetta er so smart. Brilliant. En það er mjög cute að þú veist til dæmis kaupa svona og þá þú einn og vinkona hinn einn. Nefnilega. Mist áksla sætt. Já, eða þú getur verið með það bara sjálf. Já, við erum þetta báðar með 2 á okkur. Já, en þetta er samt, þú ert með úr mínu setti, skilur. Já, og þú ert með úr mínu, þannig að we're besties. We're besties. Svo erum við með líka á puttunum okkar í dag, erum við með, báðar með 2-falt lag. Já, hann er einfaldur, sko. Hann er einfaldur. En við erum bara svo extra að við erum með 2. Það er ógeðslega flott double stack að þessum, finnst mér. Mér finnst það líka. I love it. Þannig ég er double stack queen, sko. En fólk þarf ekki að gera. Nei. En if you want to, you can do it. Sko. Já. En þessi er með bleikum risastórum steinum, hot og pink. Og þessi hérna heitir Afternoon Tea. Að því að hafið þið farið á skets. Veitir hvernig skets er á litin? Hafið þið farið í Afternoon Tea. Þá er maður að fá sér svona te og það er svona bleikt væp og kannski smá bubbly og þú veist þetta svona, svona I'm feeling fancy. Já, scones, oh my god. Já, ég elska scones. Ég líka. Fave. Já, og hann er líka náttúrulega til silfur eins og allt annað. En sjálfsög. Svo erum við með 2 töndiðabót sem að við náum kannski ekki endilega sína. Nei, það sést kannski ekki. Nei, að því að við erum sitjandi. En ég með þetta utanum hittið á mér, hérna. Yes, en við erum svo með 2 belly chains og þær heita. Þessi sem ég er með núna, hún er svona fíngerð og cute. Ég er búin að vera með hana gett lengi. Já. Þessi hefur verið, hérna. Já, ég er búin að vera með þetta á mér svo lengi og hérna hún heitir Booty. Eins og this booty, skilji. It's a boot. Og svo er ein önnur keðja sem er grófari, sem er gott, skeggjað að vera með þessar 2 saman, já, skilju. Það er líka náttúrulega að gera í sikurlagi. En hún heitir Hot Tea. Og stelpur þetta sko bara, og stelpur straka whatever, skilju. Þetta er must með crop top í ár. Já, er það grínast? Er það farið cropped og er það ekki með belly chain? Já, Booty eða Hot Tea. Já. Who are you?
Nei, við elskum að vera velblingd og mittið as well, sko. Já, svo einn annar hlutur sem við erum ekki með á okkur núna, en það eru ógeðslega krútlegir rital okkar. Já, sem að, cutie. þeir heita cutie, af því að þeir eru cute. Erst þú með þá? Hæ? Erst þú með þá? Já. Já. Ég er að náða minna upp úr pokanum, við erum ekki með það á okkur, en við erum svo eftir að posta mynda þessu öllu krakka mínir komið En sæl. þetta eru pingulítli, eða ekki pingulítli, bara svona litlir Já. og sætir fiðrelda eyrnalokkar Sem eru sem steinaðir. eru steinaðir. Þessi eru geggjaðir og bæði Þeir í eru- gulli og silfur. Þú veist, Já, ég er meira gullkona, en Same. ég myndi alveg nota silfur líka að því mér finnst þeir geggjaðir. ég sammálaðir. I love them. Og sko, veit ekki, kannski sjáu þetta ekki, en þú veist, þið sjáu mynda þessu Instagramum eftir að setja allt þar inn, en þeir eru svo ógisla krútlegir og þeir eru svo ógisla krútlegir bara svona kannski fremst og svo ringir fyrir aftan Já. eða þú ert með 3 gött Einmitt. eða bara Eða bara í eitt. miðjuna, Já, skilur. einmitt. Já, eða alltaf bara einir. Já, So cute. og þeir heita cutie. Cutie. Af því þið vitið alveg, þú veist hvað, við erum búin að vera spamma svona fyrirelda emojin Já. og við þurftum einhvern veginn að Það er, our signature er fyrireldi já, einhvern veginn. þó að þessi komið haust en fyrireldi eru alltaf inn. Já, fakt. En línan okkar er sjálfsög bara í boði inn á myletra.is. Þið getur bara að fara þangað að shoppa og við erum eftir að sína alltaf okkar Instagrami, Já. Teboðs Instagraminu, posta fullt af myndum ef vantar hugmyndi hvernig að stílisera hlutina saman, við erum eftir að posta því. Við erum með no content for you guys. Yes, þannig að veitur ekki að tala um jólin en oh my god, af því þetta er í mjög takmarkuðu upplægi, Já. við ættum að taka það fram. Já, Það er ekki til mikið, því Nei. miður. þannig að þú veist- Fyrstu koma, fyrstu fær. Já, basically. Og ef besta vinkunni er ammali eða hún heldur upp á jólin þá er þetta bara tímabært. Tímabært. Þannig já, við erum ótrúlega stoltar af samstarfi og Já. ógeðslega gaman að loksins komið út. Og við erum eftir að tala mjög mikið meira um þetta og við erum eftir að vera með þetta á morgun. On the live Þannig að show. við kannski líka minnum stáðum þetta þar. Já, þið getur líka verið með þetta bara með okkur, sko. Wow. Liggum við. Liggum við næstu. Já. Við veit ekki hversu fljótt pósturinn er að senda. Nei, þetta ekki. Kannski getur þú að bara sækja það eitthvað. Já, true. En hérna, við erum ógeðslega spennt þessu. Já. Og ef að þið fáu eitthvað veru, það sko myndi gera daginn okkar. Ef myndir taka okkur. Já, bara vákomin okkar að sjá taka, einmitt. eða þú veist, eða taka fítið eða eitthvað, skilur. Þetta er nefnilega perfect fyrir nail pics, sko. Ángris, þetta er bara... Are you kidding me? Ég ætla að skella hérna á. Það er verið að ringi mig. Ok, rude. Ég veit það. Við það er ekki árt tepaðin eða? Ándjóks. Herðu. Gaman að vera loksins búin að segja þetta upp átt. Já. It makes it so real. Á gríns. En ætlum við að skella okkur í, sko, topic dagsins. Topic dagsins. Við gáum út línu. En við erum ekki svo einu sem er að gefa út. Einhverja nýja línur og Nei. nýjar vörur. Og hérna, það er búið að vera highly requested að við hérna, tölum aðeins um Kylie Swim. Ángríns. Af því við erum búin að, eins og þið vitið, þá vorum við alveg afskaplega spenntar fyrir Kylie Swim. Ekki eðla og ég ætlaði að panta mig fyrir Já. spána fyrir námanstu en Já. svo bara vitum við að Kylie tekur 3 ári að senda hluti. Og Literally. já, og to be honest, þá er ég bara quite happy að við gerðum ekki og eittum peningur um eitthvað í þetta. Ég er ógeðslega vonsvikin. Já, ég er áfalli. Ég er Gjörsamlega. ógeðslega vonsvikin. Og ef þið vitið ekki hvað við talum, þá er bara Kylie Swim búið að fá ógeðslega mikið bad reviews. Sko Bara bara TikTok er að springa, YouTube er að springa. hræðilega Það er dóma. bara, já, þetta er ekki... Sko tökum það fram líka að allt, bara brjótum þetta aðeins niður. Allt er ógeðslega skrítið við þetta. Hún gefur út Kylie Swim línu. Ok. Í og- september. Í september, já, þú veist, ég veit að alltaf sumar í LA en það búi ekki allir í LA, skilur. Nei. Þú veist, kannski Ástralía markabúr skilja en þetta Já. meika bara engan sens. Nei, þetta bara meikar engan sens. Myndirnar eru augljóslega teknar fyrir löngu síðan. Já, Það því sem hún er að- ekki ólétt Já. og þú veist... Og þetta er, mér finnst svona að horfa á þetta, ég er búin að heyra svona fólk er að tala um þetta á TikTok og þannig, þetta er svo þetta er gert í þvílíku flýti. Já. En samt of seint. Það er eins og þetta var bara svona rushed og bara hent út, skilur Já. af því að við kannski voru búin að taka contenti fyrir þú veist, myndatökuna, skilur Já. og voru svo bara komst að ég var ólétt og þá ætlaði að fara að gera eitthvað annað og ætlaði bara að henda þessu út Já, fattu, bara á til að meðan, búa með það. bara til að fá Já. smá penning, skilur þú veist, bara svona eins og
eins og, þú veist, hugmyndin var góð en það er svo allt í nú bara hætt við og bara svona fara í eitthvað annað, fattar Já, bara, ok, klárum þetta af, drýfum þessu út Já, og, það var bara svona fara að vinna í ykkur öðru og þetta var bara svona, og svona 3 að vinna í þessu, skilur Því ég trúi ekki að Kylie var bara eitthvað í þessu, í myndataugunni og það var svona lélegt Nei, getur það verið Myndir í alvörunni setja nafnið þetta við þetta? Nei Þetta hlýtur að eitthvað motherfucking marketing trick að því hún að fá svo mikið þú veist, press núna, skilur og eins og ég sá að var eitthvað sem sagði bara eins og með Kylie Skin þá var bara bad reviews fyrst hún fekk bara free press baðast afsökunar og relaunchaði seinna, skilur og sold out Já þannig að það er eins og að segja, þú veist, ef þetta er tricks en það er eins og að segja svona bara svona half-assað bara svona, ég held það sko, já en þú veist, hún getur þarna bara byrðist afsökunar og náð að endur gera þetta allt, skilur En relauncha hvað, í desember þá? Nei, í vor, fyrir spring break og allt það Ég hef bara alltaf þú veist, ef að ég væri í þessar stöðu þú veist, það er ekki eins og nefn vanti cash Nei, þú veist, hún er góð sko Nei, líka fokkin verðið á þessu, er að fokkast eða Rugl, sko þú fær betri $80 fyrir, þú veist, tannþráð sorry, Já að því að, þú veist, í fyrsta lagi, efnið er ekki gott Nei Ég bara myndi alveg borga $80 fyrir Kylie ef þetta var gott efni Já. ok, fine En þetta er ándist bara, þú veist, gegnsægast það sem ég sé á ævinni minni saumarnir eru ekki kláraðir Nei, saumarnir eru bara allir skakkir Já, og alltaf teygjan stendur út á sumum hlutum og eins og klof efnið bara það sem að vera fyrir klofuna þess það er bara half the size af venjulegu, skilur þetta er ekki eins og 2 inches Nei og svona hygiene pad sem er sett yfir sem er alltaf inn í svona sem maður rífur úr það er allt svo stórt fyrir það, skilur Akkur myndir ekki líka fyrstulega búa til hygiene pad sem passar Já, ekki en bara kaupa ef það þarf náttúrulega alltaf að máta það þarf náttúrulega að vera með enn pad í ef þú þarf að hafa svona stóran pad segir það ekki nóg að klófið á þú veist, sundfötunum er ekki nóg stórt, skilur Það hlýtur að vera af því það er örugglega ekki til minni hygiene pads Það er bara að geta prenta út sjálf sko Þetta er örugglega bara svona gestreikar upp í pjöluna, skilur Já Sorry, ég er bara svona Nei, maður er í Ég er bara að horfa svo sjokki mikið að vídeo, ég er bara svona, hvað er að frétta? Ég veit það Svo svona ein og ein sem er svona I love it, ég er bara svona, ok, þú ert bara að reyna að sleikja hann raskalis Já, 100% Þú er bara svona að reyna að fá hann og reyna að fá eitthvað repost eða eitthvað, skilur 100%. Hlýtur að vera En bara ég fatta bara ekki hvernig hún beið ekki bara með þetta hún er að fara að eignast barnið sitt fyrir næsta sumar Ég held að vildi bara ekki henda þessar myndatöku í rusli, skilur Og hvað, hún er alveg geta verið hún hefði alveg geta notað hann á næsta ári Nei, ég held nefnilega, þú veist, að það væri bara úrelt, skilur Það myndi eitthvað fatta að þú þarf nöglum eða eitthvað, skilur Það væri þetta bara, ég held að voru bara svona, já, gerum þetta bara skilur, að þið voru komið með eitthvað Já Ég bara trúi ekki, hún fekk þessi sambúl til sín og samþykti, skilur Nei, hennar hlýtur að vera mjög vel saumað og mjög vel gert með þykkara efni og hún bara mátaði, ég veit bara trúið ekki öðru. Það er bara, þú veist, það er ekki double lining í þessu, þið skilur, hver er til sumfættur sem er ekki double lining og ég er búin að sjá gellur fara í bara svona þú sér bara 100% það sést bara allt tagið í gegn þú getur hort í gegn og maður sér það í myndavél, það er svona klikka, skilur og ég horfði á eitthvað vídeo sem að gella var í bara svona doppbótu ból, skilur og fór hérna í það og sást í gegn, skilur og svo fór hún í bað og það var bara allt í gegn, skilur, ennþá meira og þetta er alltaf sundföt, skilur þú átt að blotna í þessu basically, þetta gerst fyrir það líka allir að segja bara, þú veist, ef ég hreyfi mig í þessu þá var alltaf bara að poppa út, sko þetta er bara gert fyrir mynd þetta var svona, fyrir einu mynd er bara markkópurinn, skilur, Instagram-módel í Kaliforníu, að þú veist, hvað er máli? Nákvæmlega Gasteikt. Það er þá og með verðið líka. Allir til í þetta, skilur. Allir til í swim frá fucking Kylie. Já. Ég þurfti ekki að vita meir og ég var spennt, fattur. Já, nákvæmlega, 100%. The disappointment. Ástin mín. Og svo gerði hún líka, sem við rættum hvað svona aðeins áður við eittum að rekka, en hún bjó líka til hvað 2-3 sett af barnasundfötum. Já, ég var að spá því á hann. Ég var skoð síðan að ég er ekki búin að heyra eitt review barna. Ætli enginn sem fór að kaupa þetta. Ég veit það, ég er náttúrulega ekki sold out, sko. Nei. Það er til. En, þú veist, ef að, þú veist, eru barnavörurnar líka svona lélegar? Mér langar svo að vita það. Já, mér líka. Ég trúi ekki. Þess ég trúi ekki að hún væri bara með ógíslega gegnsæ barnasundföt. Það er allt rámt við það. Já, það er mjög erfitt.
Þetta bara svo steikt. En líka, á hverju er hún ekki að segja neitt? Ángríns. Þetta bara svo leiðilegt. $80. Ef hún hefði verið með þetta $40 þá er bara ok, fine. Þetta bara Instagram mynda dæmi, skilur. Já. En þetta fokkin $80 fyrir sundból sem er valla flík, skilur. So come on. Og með ömulega efni. já. Ef þetta væri double lined, bara geggja efni, fine. Já. Hún er alltaf með allt og dýrst, skilur. 100% bara fæn. Já, en samt, koma, þú ert biljónum með ykkur, akkur að taka peningana á allum. Allir eru bara, I feel scammed. Já. Og það er allir bara, á ég að býða eftir einhver annar svona fast fashion dúbi þetta, skilur. Eða ég borga $80 fyrir ömulega efni. Já. Að því að þú veist, svo eru síður eins og Shine eða eitthvað þannig, með sko, bara mikið þykkar efni. Bara allt double lined sem þýðir bara að það er efnið fram á og svo annað innan, skilur, þannig að það sést ekki í gegn. Verði ekki gegnsætt. Já. En svo líka, það sem er svo ógeðslega áhugavert við þetta líka, er að þú veist, þetta er Kylie Swim, við vitum það öll, svo það heitir það, en heimasíðan sem hún er að selja þetta á er kyliejenner.com og þá er maður svona, ok, okkur myndir ekki nota lénið kylieswim.com að því að Kylie Skin er selt Kylie Skin, Kylie Cosmetics er á Kylie Cosmetics og Kylie Baby er á Kylie Baby. En það er allt núna komið inn á kyliejennershop.com. Það er að þú getur farið inn á allt hennars þar. En ef þú ert bara að fara að versla eins og Cosmetics, þá getur þú farið á Kylie Cosmetics og bla bla bla. Þú varst búin að rannsaka það, ekki? Ég var búin að skoða þetta, sko, því að ef þú ferð bara inn á Kylie Jenner shop. Já. Það er bara sundvörðnar. Já, ok, beti. En hérna, ef ég er inn á sérðu, þetta er svona snú tölvunni við. Kylie Cosmetics, Kylie Skin, Kylie Baby. Já, hvað heima svo við þetta? Kylie Cosmetics. Já. En þú veist, ef ég íti á næsta, þá kemur önnur síða. Já, önnur síða, já. Nei, þetta er alltaf Kylie Cosmetics. Einmitt. Það er svo steikt. Kylie Baby og Skin og allt. Já, en Kylie, þú veist, hún er alltaf með rétt lén fyrir allt og þetta er svo, þú veist, þetta er eitt sem að ef maður er að selja eitthvað, skilur, þetta er svo við myndum opna heimasíðu fyrir tilboði sem væri bara eitthvað byrta á sunnuva.com. Já. Í stað fyrir bara akkur sem myndir ekki nota nafni tilboði. Já. Þetta er bara skrítið. En það er málið bara. Ég skil þetta ekki, sko. Ég opna kylieSwim.com. Já, ef þið farið inn á kylieSwim.com þá er þess að þeir referað á nýja síðu sem heitir núna lénið þess að please don't forget the straykitty.godaddysites.com en það sem segir okkur það að mannska sem á þessa síðu á lénið og lén er sérst bara nafnið á heimasíðu á lénið kylieSwim.com. Það er hvað fyndi að ykkur er búin að ná þessu. Bara eitthvað fyrir einmitt. Og hún er bara eitthvað biljónum með ykkur og ef það er ekki að kaupa það á hann, skilur, þetta er hvað gangi? Já, sérst máli þetta er greinlega heimasíðan sem var gerð til þess að minna á, eða svona vekja athygli á sérst heimiluslausum kettum. Köttum, já. Köttum. Og hérna, fyrst hérna upp á síðinu bara stendur hérna, please don't forget the unloved kitties. Og, þetta er svo random, sko. Já, og svo þau skrollu bara aðeins niður, þá kemur bara svona lína. What the fuck is going on here? Spurningamerki. Af því að hvað heldurðu að þessi síða sé búin að fá mikla traffík? Einmitt. Ekkert eðlilega. Og hérna, kemur bara smá bara svona what the fuck is going on here? Spurningamerki. Þá er greinlega manneskjan sem á lénið á þessa síðu að skrifa. Og hún segir, já, ég vildi minna fólk á öll dýrin sem eru sérst í svona athvarfi eða þú veist, eiga ekki heimili og sem að eyða öllum tíma sínum í búrum og vantar ást og umhyggju. Líka, ég get í rauninni ekkert gert við þessa síðu þar sem að það er trademark í vinnslu. Og trademark er bara svona hvað segir maður? Eignaði bara eitthvað orð. Já, eignaði það má enginn nota, við myndum trademark að tilboði, skilur, það mætti enginn í heiminum bara nota það. Já. Er það ekki þannig? Jú, eða þú veist, já. Það er eitthvað slíkt, þú veist, þú mættir ekki selja út frá okkar nafni eða nota það eða opna heimasíðu án okkar leyfis eða neitt þannig. Þannig að trademark eins og þú veist, þess vegna getur engin annars skýrt sína snirtuvörlínu Kylie Cosmetics að því hún á það. Já. Þannig að hún segir að ég get í rauninni ekkert gert með þessa síðu að því það er trademark í vinnslu. En ég hef átt þetta lén í nokkur ár og ég bara svona eiginlega feilaði á plönunum mínum, þannig að hún ætlaði að gera eitthvað við þetta. Hún ætlaði, þú veist, skrítið. Ég veit ekki hvað hún ætlaði að gera og ég veit ekki hvort að hún
Kannski var hún að reyna að fá trademarkið, skilur við. Já, en ég held að einhvern veginn, ég fór að hugsa Það heldur þetta hún? Hver? Að þú segir hún? Já, ég held það, ég veit ekki af hverju ég segi hún. Já, ég veit ekki, en ég bara 100%, þetta getur 100% verið hann, ég er bara búið eitthvað til. En hún segir ég ætlaði að gera eitthvað með síðu eða manneskjan og ég var bara eftir á í plönum. Svo segir hún, það er mjög næs ef að einhver sem er næstu því milljarðamæringur eða hvað? Milljarðamæringur billionaire sem hefur réttin á þessu trademarki myndi bjóða í að kaupa þessa síðu. Þannig að pabbi minn þurfi ekki að selja fjölskyldulandu okkar, sem bara þeirra lóð. En hann er búin að fara í 3 heila og mænu aðgerðir á þessu síðasta ári. Shit. Ég er bara búin að búa í bílnum mínum og ég upphaflega bauðinni að kaupa þetta á $2 milljónir sem eru, þú veist, 300 og eitthvað milljónir íslenskar. Það er 300 eitthvað milljónir. Nei, held að þú veist, já, ég held að séum eitthvað 300 milljónir eða eitthvað. Ég getur uppbylla, en það er mjög mikil peningur. Hún segir, mannska segir, ég sé að það er greiðlega of mikið fyrir það og fyrir góðum business. En samt er hún að eyða þannig pening í alls konar luxury og aðra hluti sem við höfum ekki forréttin á því að einhver tíman komast nálægt. Hvað myndið þú gera? Þetta er bara mannska sem er að skrifa þetta. Svo er hægt að íta á donate og það er hægt að donate þessari mannesku pening. Það er fyrir hana manneskuna, ekki fyrir kettina. Við erum alltaf búin að gleyma kattunum bara. Já. Svo ef þú skrólar alveg neðist, þá kemur about us, eða svona okkur. I'm broke, þú veist, ég á ekki pening og hvað get ég betur notað kylieswim.com í? Þetta er svo fokki fyndið. Ég hef aldrei veistu hvað finnst þetta vera? Mér finnst þetta vera vandræðalegt. Já, ágrís. Mér finnst þetta vandræðalegt fyrir Kylie að half-ass þetta svona, hún eigi ekki einu sinni lénið. Ég veit að $2 milljónir fyrir lén er rugglaður peningur. Þú veist, það er fáránlegt og að sjálfsög ætti hún ekki að kannski Já, láta ykkur svona manipulate sig í það, en hafðu samt þessa hlut á hreinu. Já. Hvernig feilaði þetta? Þetta er bara svo við höfum byrjað teboðið og það var annað podcast sem heitir teboðið. Þetta segir bara það, hún var ekkert, þú veist, hann var ekkert passionate í að gera swim. Þessi manneskja er búin að eiga þetta lén í mörg ár. Já. Hún er ekki búin að plana þetta í neitt tíma þá. Greinilega ekki. Þú hún hefði aldrei lansað þessu ef þetta væri í alvörni passion. Ég sá líka eitthvað vídeo sem að var að tala skilur munin á Kim og Kylie í þessu, með Skims. Og það var bara svona að spurt hana í Vogue viðtalinu. Hvað heitir þetta? 72 questions. Já, og spurt hana bara eitthvað, akkur langar að gera swim? Hún bara, að því ég bara elska swim og elskar bikini, skilur. Og svo spurt ekkert sem hann Kim að sama og það er bara risa saga og bara sér passionið, skilur. Já, bara ég var að kaupa mér svona sjálf og ég var að lita með tepókum að því það matsa ekki húðkólarum minn, þannig að ég sá gat í markanum sem ég gat fyllt. Nákvæmlega. Og vildi nýta, þú veist, mitt. Hún bara með alveg passion hana og þú veist, er með hann ekki með Kate Moss sem svona módel, þú veist, í þessu og eitthvað. Kim? Já. Já, hún er bara með ógsta marga. Hún er bara stert fashion icon, hún er bara svona obviously mjög mikið inn í tískubransanum 100%. Og það sést bara hvað hún er passionate með þetta, meðan Kylie bara ég bara elska sundfett, skilur. Það er bara svona, ekkert eitthvað, ok, mér fannst vanta þetta, skilur, svona einhver saga af hverju, þetta er bara svona, vant pening. Með langar í pening. Já, með langar í pening. Ég heit það ekki. Ég fæ það væp, sko. Já, ég veit það ekki, þetta er svo steikt. Bara svona, þegar þetta var tvent og sett saman, ég var bara svona, wow. Kylie, come on, komdu með eitthvað sögu. Já, verður bara aðeins betri. Ég er alltaf langað en þú veist, hún getur það ekki því að hún er ekki búin að pæla í þessu. Hún er ekki passionate. Nei. Þetta er bara eitthvað sem eitthvað komið hugmynda og hún bara, bara make a sense, skilja, ég elska swim. Já. Komdu með eitthvað, fake it. Þetta er svo ógeðslega ópersonlegt. Horfður á þetta 72 questions með henni? Já. Ég var svo disappointed. Ég líka. Þetta var bara svo ógeðslega þurrt. Já. Bara ekkert eðlilega. Og svo ógeðslega produced. Og ekkert eðlilega æft. Ég segi það. Já. Svo produced. Já. Það er bara svona allt við þetta. Hvernig...
Þú veist, ég sá bara fyrir mig bara, það yfirleitt þannig, skilur en þarna var bara skein svo í gegn það svona leið ekki að illa, fattur mig það svona langaði þetta ekki en langaði, hún náttúrulega óslega svona feimin típa en samt hún svo leit ekki eðlilega vel út já, vá, það náttúrulega getur aldrei tekið það af henni I loved it ángríns, ég var bara queen en já, líka bara svona, það var allt bara svona eins og að voru að lesa eitthvað línum, fattar ég veit það, og líka ég veit að fá spurningarna fyrirfram til þess að geta undirbúið sig, það er enginn svona fljótur að svara en verður samt svona náttúrulega að svara, skilju já, eða þú veist, en hann var svona kannski spurningu og hann var ekki búin að sleppa spurningamerkinni úr spurningunni þegar hann var búin að svara já. Og þá var maður svona, og það var allt geðið svona hnitna, ég veit það var hnitna en það svona geðið svona já. Og líka maður heyrði bara þegar maður var að segja þú veist, the best dressed, eitthvað, Stormy ég veit þú skrifaði þetta já, þú skrifaði já. Ég veit ekki hvort þú sagði þetta þannig ég leiði bara eins og sagði það þannig ég bara svona, hún skrifaði bara svona skrýtni, eða svona hík, hvað maður segir híkorðin, svona fyllingarorðin ég var bara svo disappointed og líka hún sneri ógeðslega mikið baki bara, ég veit að lappa alltaf á milli staða já, alltaf svona snúa en þú veist, en eins og þegar Kim gerði þetta var náttúrulega ofta snúið sér við og hún passaði að vera ekki allt og lengi með baki í, þú veist, myndalina en þetta var bara háraðinni, sko já, það er svona, fannst það ekki að óþægilegt já, maður fækvalega svona weird vibe já sann svo mikil heiður að komast í Vogue ég held að henni fannst það kannski bara stressið eða eitthvað, skilur þetta, hún er náttúrulega bara manneskja, skilur en samt, hún hefði getið undirbúið svör sín betur eins og með Kylie Swim, skilur, bara þess að selja þetta betur já, 100% þetta var bara svo ógeðslega, þú veist já, produced eitthvað ég var bara svona já, vonsveikin já, en svo gaf hún út líka út nýtt fyrirtæki bara núna líka bara hvað viku eftir held að vera 2 vikum eftir hún lansar, eða þú veist, opna sölu fyrir Kylie Swim, þá byrjar hún með Kylie Baby sem sem sagt sko sápur, no tears sápur og hangklæði já, svona barnavörur mega sem, hún er alltaf nýlega búin að tilkynna óliti og eitthvað, já en þetta er bara svo ógeðslega svona, vel það svo crowded þannig já ég verð líka viðkynna, þú veist, hún segir að hún er að byrja með Kylie Baby og hún segir það hún fyrst segir það í YouTube-myndbundunum sínu eitthvað behind the scenes of Kylie Cosmetics og þá fyrst segir hún sé að fara að byrja með þetta ég var ekkert eðlilega spennt ég var bara, oh my god að ég held að barnaföt ég held að vera barnaföt eða barnadót í einhverjum cute litum eða bara, já, þú veist, kannski eitthvað cute nægdót eða eitthvað svona fristil eða þú veist, eitthvað ekki að sápur séu ekki spennandi, alls ekki en til dæmis eins og fyrir mig núna þú veist, núna ég 6 mánaða gamalt barn hún notar ekki sjampú eða hárnæringu nei, og það er svolítið langt í að hún komist í það mér finnst það bara smá steikt að því að hver er markhópurinn hennar, skilur, það er kannski ekki eitthvað ógeðslega mikið á mömmum sem sem elskar og dýrkar og dá og kaupa allt sem hún gerir, skilur nei, ögla minni hluti já, mjög auðvitað ykkur unga mömmur og líka eldri, skilur, en samt svona þú veist, ætlar samt að kaupa Kylie vörur fyrir barnið, fattu? Já. Þú veist, mér finnst alveg dýrt að kaupa fyrir mig. Já. Og þú veist, svona, ég nenni ekki að kaupa eins og fyrir mig og akkur þarf barnið þetta náttúrulega eitthvað sem er Kylie, fattu? Já. Þetta er svolítið steikt. Það er, þú veist, líka það, þú veist, núna veit ég bara, þú veist, af því sem ég hef lært með að vera með unga barn, eða barn bara, að þú veist, er bara mælt með að sleppa sápum sem lengst. Já, einmitt. Þú veist, en auðvitað svo farið á leikskóla og þannig og þá þarf virkilega að sápa þau og taka sandi inn og allt það, en þú veist ég held bara svona hversu mikilvægt er það fyrir þér að þessi Kylie vara sig úr þetta barnið já, ég held að föt hefði allan daginn bara sprengt upp, sko já. En mér þetta bara svona var svona ég er ekki bara að panta Kylie Baby ég fyrir bara út í apotek, skilur já, og ég kaupi bara eitthvað náttúrulegt og þú veist, eitthvað, ég er ekki að segja hennar vörur sé ekki náttúrulega nei, það er alveg góða vörur, skilur en ég myndi eflaust kaupa eitthvað sem er búið að vera í framleiðslu mjög lengi með rosalega góðum stimpil á gæðastimpil já, fattar ekki segja þess að vörur séu þú veist, ég veit það er allt parabenfrítt og þú veist, vegan og testa af læknum og allt það en ég fyrir ekki að panta mér þetta frá Bandaríkjunum nei, það er ekki þannig að það þurfa að vera Kylie eitthvað fyrir barnið að þú veist, að mér er það svona smá svona hver að kaupa það, fattar þau? Föt, klálega, dót, já þú veist, mér er sem með þú veist, eitthvað svona cute töskur sem eiga að fara utanum
Vörurnar og svona já. travel case sem alveg mjög krútlegt sem ég get alveg hugsað mér að eiga til þess að eiga í skiptitöskunni með blauðþurrkum og eitthvað þannig en þú veist samt ekki það flottar þannig eða, þú veist, það er ekkert eitthvað life-changing, skilur og það er ekkert eitthvað setup sem er svona vá, hvað er sniðugt, fattar Nei. Ég var að kaupa það, þetta er Já. bara merch, basically þú veist, ég hef bara, það er svo þú veist, Kylie Baby, þú veist, kannski á hún eftir að bæta ykkur meiri við en ég var bara vonsvikin að þetta var lansið að það voru skincare fyrir barnið þitt Það er mjög steikt þú veist, ég er bara vonsvikin Já, þú veist, jú, það er vissilega hangklæði þarna og eitthvað svona en þessi hangklæði er ekkert eitthvað þannig hangklæði var bara eitthvað vákvæða flott þetta er bara vennilega hangklæði það er ekki eins og eira á þeim eða neitt Þetta er ekkert eitthvað, þetta er bara hangklæði Já. Þess, já, Ég get alveg keypt þetta bara út í búð hérna heima, sko já það er bara barnahangklæði, Já. skilur en þú veist, ég til dæmis keypti mér hangklæði fyrir Emblu sem var mjög dýrt, skilur en það var líka ógeðslega sætt, það var með eirum og það var með svona póka sem ég gætt fest fæturnar ofan í og þú veist bara einhvern veginn Já. bara krúllera, ég veit ekki En þetta er basically bara hvítt, bleikt eða blátt með Já. einhverju skýi Já. á hettinni embroidered skýi Já Gerði eitthvað aðeins með það er ekkert merkilegt við Nei. þetta En Ég skil ekki fatnaður hefur verið ógeðslega sætt, þú veist, og líka ég var svo mikið að vonast þegar ég var svona bara svona láta mig dreyma hvað þetta, maður búin að segja Kylie Baby maður var ekkert búin að segja hvað ég er svona, ég vona þetta sé þú veist, kannski matching náttföt fyrir mömmu og barn Já, það er enda geðkjút já, þú veist, eitthvað svona Já krúttilegt Eitthvað sem var bara, oh my god, ég var að fá það fyrir mig og já, mína skilur ég minn já Já. En fannst það Smá steikt ég að því hún svona never cease to fail me eitthvað neginn Já en þannig að þetta er alveg Það er svona tvent geðsteikt eitthvað Já. en þetta er búið að fá alveg, ég er ekki með að sjá neinn bad reviews skilur Nei. en ég er bara svona, eins og mér pæla bara hver markkópurinn já, ég er ekki búin að sjá mikið af bad reviews en ég er heldur ekki búin að sjá marga vera eitthvað ég kefti Nei, þetta ég er ekki búin að sjá neitt sko Nei. Ég er ekki búin að fá neitt upp bara eitthvað TikTok I eða love neitt it, skilur vissulega eru reviews á síðun en það er alltaf skilur Já, getum alltaf verið þetta alltaf borga starfsfólkið fyrir fólki já, fyrir þetta sko segi það En já, þetta er hérna mjög áhugavert sko já, veist þetta svona pínu og þessi myndataka, þú veist, hún talaði um það hún að fara í þessa myndatöku fyrir ári síðan og eitthvað Þessa Og- myndegu já, Já, ok Þannig mun meira ferli að búa til krem og eitthvað aldrei nokkuð tíman miklu meira nokkuð tíman að fara að búa til sundföt sko líka sérstaklega fyrir bann skilur ég hugsa að þú Já. þurfur að vera með þetta alveg rosalega úthugsað já, já. það er alveg gott businessplan fyrir þetta sko Já, já, en ég er bara vonsveikin að þetta voru fyrstu vörunar. Ég sé alveg frá, veist, ég skil alveg að droppa þessu at some point, en bara svona til þess að lánsa merkinu, til þess að byrja það með stæl. Þá, Kottu með eitthvað svona, wow, Já. cute já, I love this einmitt. Af því þú ert 100% hennar markkópur, skilur 100%. Þú ert bara Kylie Ég fan, ætlaði Kardashian að fan kaupa allt. Já. Og ég er með fyrst Kristín vinkun okkar sem er líka nýlega búin að eignast barn. Þú veist, við vorum bara, ok, þetta droppar bara, hún er að fara að lánsa þessu á morgun, bara við sjáum hvað vörurnar eru. Svo vorum við bara í DM og Instagram bara, ætlar að fá þér eitthvað? Nei. Nei, ég segi það, Veistu, hún báða bara- þið eru hardcore Já. Þið eru bara svona dæmi hennar markkóp, skilur Já. Og þið eru ekki svo að kaupa það. Nei. Þannig að þú veist, hver er að kaupa þetta? Það er ángríns, góð spurning. Áhvert Ég er bara svona, Já. af því þú ættir að vera bara 100% og ég hugsaði um að kaupa þetta litla travel pouch pouch og bara til að kaupa það bara líka. til þess að kaupa Af það. því þetta er ekkert eitthvað geðsniða skiptingar eða Nei. eitthvað svona sem að væri bara svona, wow, ok, þetta er snið þetta er, I Hún need kom this. ekki með skiptitösku Já. þú veist það er eitthvað sem ég þarf að ganga með alla daga núna En einhvern veginn, mér finnst þess að sé bara merch, fattur þetta er Já. ekkert eitthvað innoverið vara, nei, skilur það er ekkert sniðugt þetta er það er svo ekkert nýtt, skims hún er ekki komin neitt nýtt á markaðin eins og skims, þú veist, hún er kannski ekkert endilega heldur að koma með neitt nýtt en það er allt svo En sniðugt það er samt, þetta er alveg innoverið Já. þetta er öðruvísi, Já. þetta er ekki nákvæmlega eins og allur aðalsvatna, þetta er flott, skilur þannig að það er alveg það er hennar value, skilur í Já. vörumerkinu og Já. gera hana, láta hana standa út frá öðru, mér skims vera bara svona mér svo successful, skilur skims er bara meðan Kylie er bara að búa til merch og þú veist, merch er náttúrulega ekki eins úthugsað alltaf, fattar Nei, það er ekkert eitthvað það er bara svona, hei, viltu kaupa merch, skilur já, það er en bara er hún svona að skýra þetta bara Kylie merch, ángríns þá er ég bara svona fine en hún gerir það náttúrulega líka, hún er líka með Kylie merch já, en þetta er bara basically merch líka já ég bara fatt ekki alveg, veist, mér finnst þetta bara svo desperate í pening já, og líka alltaf bara Kylie þetta, eða fattar þau já,
kemur alltaf hana með Skims að svona aðeins út fyrir hennar nafn. Já. Fattar mig? Það svona vörumerki. Og þú veist, hún líka bara, já. Pældi hvað þetta óúthugsun nöfn hjá Kylie. Sorry, ég bara svona að pæla í þessu núna. Já. Þú veist, ég elskar hann, Kylie bara ekki flott, skilur brand. En það er svo steikt. Já, það er engin svona, engin eitthvað, ok, býttu, já, köllum þetta. Þú veist, ég sé hann ekki fyrir mér. Ég held að hún sé bara eitthvað, já, það mér bella nátt myndi þetta, skilur. Já. Nú er þetta sorglegt. Já, þetta er leiðilegt. Já. I want more. Já, true. Ég vil meira effort. Það kemur 100% bara, sorry, verðum að gefa það. She works the hardest over there, sko. Og svo bara eins og þú veist, Chloe með Good American, skilur. Hún skýrði bara Good American. Já, það líka gengur bara mjög vel, skilur. Og það er bara mjög flott. Já. En eins og, hvað hétt það? Línan Kendall og Kylie á sín tíma. Kendall og Kylie. Já, einmitt. Halló. Vá, flott. Einmitt. Bravo, stelpur. Sorry, þú veist, það er ekkert að því ég skilja nota nafni sín, en þetta er svo ógisla. En nú vitum við, þú veist, að það er litla sem við höfum gert. Þú veist, við vorum ákveð nafni fyrir podcastu okkar og auðvitað hefðu getað haft bara Birta Sunniva. Skilju auðvitað, en við vildum búa til eitthvað svona nýtt vörumerki, skilur. Já, og bara búa til eitthvað út úr því. Svo erum við, þú veist, búa til línu með mæledra og við erum að semja nöfnin og þá viljum við þetta sé takt við okkar og þetta er eitthvað tetengt og þú veist, það er bara svona hafi bara við allt. Daldið mikið hann. Þú veist, jú, Kylie Cosmetics gekk og það er flott að það sé merkt eftir þér og bara geggjað. Það þýr ekki allt sem þú þarfst að gera þarf að vera eins. Já, einmitt. Þú veist, af því það er, já, í sammála. Það er alltaf bara Kylie þetta. Bara til að fá okkur value vörumerki, en í staðin fyrir að byggja vörumerki sem fær value, skilur, út frá hvað er góða vörur. Einmitt. Hún fattar mig. Já. Svona öfugt. Þetta er öfugt. Hún bara ætlar að setja nafnið sitt á þetta og þá er þetta bara komið með gæðastempil að hún heldur. Já. Í staðin sem svo Skims, hún bara gátt merki og þú veist, skilur það ekki höfðu að sjálf sér. Já, svo færi þetta gæðastempilin, skilur, sem að það á skilið. Fyrir það að vörurnar séu góðar og sniðugar og fallegar og flottar. Það er bara þannig á að vera með business, fattur Já. I don't know. Við ætlum að taka þetta fyrir að því að það er margir búin að spyrja okkur út í þetta. Og auðvitað liggur þetta á hjart okkar. Já, greinlega við tala svona mikið um þetta. Hjálpa okkur. En bara ég verð að segja vonsvíkin. Já. Þó ég sé ekki eins og bara að kaupa mér þetta, en þú veist, ég þarf ekki að vita meir, sko. Nei. En ég er bara spennt að sjá hvað hún ætlar að gera með þetta. Já, ég held að við vorum báðar í þessu podcasti er hægt að finna okkur segja við ætlum að kaupa okkur þetta vorum að ræða Kylie sem er að koma út og vorum að bilast yfir þessu sko vorum að bilast og líka vorum bara að sjá okkar myndir og vorum bara, já, þú ætlar að fara hann að symbol lapsingulaði, mér langaði gula, og svo bara svona í alvörunni að sjá stelpur vera máta því bara svona guð fæn fyrir 3 skall en þá er þetta bara Instagram myndin, skilur búið, en þetta er fucking $80, við veist það gróft er það ekki alveg góður 9 skall og svo shipping, það er meira það ekki eitthvað $80 $10,345 pluss örgulega $40 shipping eða eitthvað þannig að það var þetta komið upp í $120 15.000 krónur fyrir þetta ég skil að fólk sé brjálað sko. Ég líka þetta er mikill peningur ekkert eðlilega mikill peningur fyrir þetta þetta er allt annað að væri gæða vara allt annað, þetta er ekki svo sambærilegt þetta er ekki hægt Skims er alveg, þú veist verðsett herra en önnur undirföt en það er líka að því að þetta er allir quality allir hrósi þessu ég er að skoða svona verði þetta er saman bara mjög eðlilegt brjóstahaldara og nærfata verð sko. já, þetta er hægt að finna útrúra like always en þú veist, en hún samt með þetta á ásættilega verði og með geggjaðan gæðist þeim blásu ég hef ekki heyrt neina mannski vera þú veist hvort þið Skims? Nei, ég hef bara heyrt mér langar svo í Skims mig líka þú ert ekki með að kaupa þér? Nei ég fór að þarna bara þetta er eitthvað sem langar mjög mikið já, mér líka fór að í, þú veist, þetta var ég man ekki hvað búðin heitir svona eins og Selfridges eða þannig í hérna New York og þar var þetta en já, og ég ætlaði að kaupa mér en það var bara allt í minni stær búið því að hún var að deginum áður skilur hjálp þannig en one day I will I promise you maður taka bara eitthvað svona YouTube-myndband þar sem maður panta okkur vörur frá fræðafólkinu og reviewa og eitthvað að reyna að fá tequila en Kendall og eitthvað hvernig væri það? Mér langar svo í það Mér líka ándjóks en hún skilur allavega ekki Kendall tequila
Ég er disappointed. Já, elsku Kylie. Ég er spennt að sjá hvað hún gerir með þetta. Já, ég Því líka. ég veit hún mun gera eitthvað, sko. Lítur að vera. Það hlýtur að vera. Það hlýtur Þetta er að ekki vera. það fyrsta skipti sem hún feilar, sko. Nei. Það er eitthvað í vinslu, sko. Eða hvort Þetta láta sé þetta bara deyja ekki út. á, hvað er að ykkur? Er það gegnsætt? Það er eitthvað, blei. Hlýtur að vera. Það hlýtur að vera hún sem brálið versu, sko. Já. En pælti, ég veit það ekki. Líka hún eitthvað postaði á sitt eigin Instagram eitthvað The reviews are in fyrir Kylie Baby og það var allir bara svona this is not the reviews we want, skilur þetta er bara svona hættu, Já. Vistu, Hún öllum er sama loka á þetta, já. Crazy. There's an elephant in the room, sko. Já. Hætta. It's a big pink one, sko Já. Oh my god Herru, takk fyrir að koma að ræða þetta hérna með mér Já, takk bara fyrir að fá mig og ógeðslega gaman að koma til þín alltaf. Hvað segi ég þetta alltaf? Ég veit það ekki. Ég vil svona gaman að tala um þetta saman Já. Heiði, takk fyrir að hlusta krakkar og krakkar, séð krakkar. Krakkar mínir. Kæru teipasgestir, sjáumst á morgun. Sjáumst á morgun, get ekki beðið það er bara bring your best A-game Já, við ætlum að fara að skipulegja mikið sem við þurfum að gera. Já We're busy. Og farin að mæla letra Beinislega mældra. Og versli ykkur te Já. Af því að línan okkur heitir te Þetta er te. Ég var bara, nei, fá okkur jewels. En já. Love you guys Love you guys. Bye Mwah. besties.